Jæja, það var dramatískur sigur hérna, hvernig er svona fyrstu viðbrögð? Já, þetta var frekar dramatískt. Það var æðislegt bara fyrir okkur. Það var að vinna þennan leik og það var komið 1-0 undir en þetta var frábærlega vel klárað hjá okkar stefnu. Já, þetta var dramatískt og þið lendið undir og svona, hvernig sérðu leikinn? Já, mér fannst allt vera of hægt í fyrri hálfleik og svo í byrjun seinni hálfleik fannst mér sama og með lélegar sendingar og auðvitað hefur Grasir eitthvað um það að segja. En svo þegar við fáum markið á okkur þá kveiknar á okkur aftur. Já. Þá fannst mér við gera þetta miklu betur og sköpuðum tækifæri og annað og nýttu svo 2 og ég hafði einhvern veginn alltaf á tilfinningunni að Berglind Björk myndi skora þegar hún myndi koma inn á í dag. Ég tala nú ekki um Önnu Björk. Hún skyldi skora líka. Já, Berglind kemur inn og skorar og Fanndís leggur upp, þetta er nú ekki fyrsta sinn sem þær eru að vinna saman? Nei, mér fannst það tengja rosalega vel saman, þær tvær og gerði það bara mjög vel og það er bara frábært fyrir okkur. Já, sterkur sigur svona upp á toppbarátuna og... Það er bara rosalega sterkur sigur að koma hérna norður og vinna. Þetta eru, eins og ég er búinn að segja margótt, þetta eru oft rosalega erfiðir leikir Valur Þórká, hvað sem það er Reykjavík eða hérna Sunnurland. Og að ná 3 stigum hérna er bara fyrir mér stórkostlegt sko. Já, athyglisvert að það er engin markmaður á bekknum hjá okkur, hvað sem ekki? Íris kemur í næsta leik. Það var smá vesen á þessum leikjum. Anna Úrsula er búin að leysa þetta af en hún komst ekki í þennan leik og við vorum bara tilbúinir með leikmann ef eitthvað myndi breytast í leiknum sem myndi fara inn í markið. Hver hefði verið það? Ég get ekki segja það. Fór ekki að segja það. Ok, takk fyrir. Takk.